let's get out here. Við ætlum að halda áfram með lagið. Og ég segi ykkur af hverju kartöflur hérna aldrei með svona þöglar. Það nefnilega vil ekki vera meðlæti. Já, annan. Hérna gæti ég beðið um að skila æxlunarfærakerfa verkefninu mínu. Það er víst kominn skiladagur, það var í gær. Þegar nú erum við saman í líffræði, gæti ég beðið um að skella það hólum á björgar. Maður sem hægt að treysta á. Já, takk. You're so kind. Our destiny is intertwined. Sexy man, would you mind if I take you home? We'll be all alone. It's just over there. Yeah, let's get out of here. You're here. Sexy man, you're making me feel. Maybe it's your sex appeal. I feel your body up and down. Tonight, let me be your clown. Sexy man, what's on your mind? Sexy man, you have a knife behind. Sexy man, oh, you're so kind. Our destiny is intertwined. That's right. Now we're playing on my bed. Sexy man, who knew you could be so bad? What is that, my sexy man? Oh man, you have a large banana. Sexy man, we're both fully clothed. Oh gosh, I once swore an oath, but your hands are fire. They know my desire, and your ass is so firm. You're making me
know them all. There is no way you can resist my call on dance break. Og sér erum við 1, 2, 3, 4 Sexy man Just in a row Sexy man You are no average Joe But oh my Who knew your mouth Would rhyme so well With myself Ég skori loka úr því að ræðnar í kvöld var hérna óskiljanlegar þetta lag sem ég er að flytja fyrir okkur. En Morfís hefur aldrei gengið út á það að hvorki að vera skiljanlegt nýja málefnilega, þannig að þetta er kannski kemur ekki óvart. Nú ætlum við að brandara. Sævar eða ekki? Jú, það er rétt. Já, ég hef stendlega eins og sett kallaði eitthvað annað. Jú, ég er oft kallaðir Robert De Niro að þið eru svo líklega. Er Dr. Me? Já, skemmtilegt því að við erum oft líkt við Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista! Er Dr. Me? I'll be back! Svo eitthvað annar fólk sem er svona aðeins lengur börtu. Afsakið, er það Robert De Niro og Arnold Schwarzenegger? Nei, en þeir eru bara svo sorglega líkir þeir. Það er ekki ástand í samfélaginu í dag. Ég vil bara segja að ég verið að lesa fréttir og svona skoða svona hvað er á döfinni og hvað liggur svona á fólki. Ég meina að skoða NBL og þar sá ég að barnunum í gær grínuðust 9 bólusett börn með COVID. Það gengur ekki að við sem að grínast með COVID í tíma og ótíma. Gjörsamlega ólíðandi. Og svo bara síðustu helgi voru 200 grínsmitt á landinu. Hér í þessu landi verður að taka COVID alvarlega. Það gengur ekki að við sem að hlæja og sprella hér grafalvarlegan hlut sem snerti marga. Og hérna heitir einn COVID-brandara hér í kvöld. Þá göngum við út! Bakkabæður. Hello these guys. Bjarnabóar. Og Ritma Brug. Allt er gott þegar þrennt er, en enn betra þegar þrennt er, eins og við erum. Og Daskonbræður, þeir eru líka 4. Og þá komum við liðskynningu. Kobbi nokkur í kvöld og hann er sér minnstur. Það er hann Baldur Steinþórs. Jobbi nokkur í kvöld. Það er Una Ragnarsdóttir. Og svo er hann Ibbi sem er langstertur. Það er hún Katla Pétursdóttir. Sjálfur er ég Pétur Már Helgason, Amma Dalton. Takk fyrir mig.
liðsstjóra andmælanda Alex Þór Júlíusson. Eru kvenskilingandi fleiri í dag? Hvað er ykkur? Ég er með ræði. Hæ. Ég heiti Alex Þór Júlíusson og er liðsstjóri kvenna hér í kvöld. Ég vaknaði í morgun og fæ mér sérhús. Wow, tough crowd. Ég hef kærustu. Við gistum cirka 3 sinnum í viku. Jón Þór, þjálfarinn okkar, á afmæli í dag. Til hamingju með það, bestasti þjálfari í heimi. Og svo kom mér, þú verður að hætta að mæta í skóla annars að vera styrkt. Í alveg sko. Áður en ég kynni liðið mitt, ætla ég að vitna í einn texta. Ja. English girl named Fiona. Black girl named Abiola. Body oddy, shaped like cola. Back up, bring it to the owner. Jæja, ég er gott í byrði. Ég ætla að kynna liðið mitt. Frummælandi andmælanda er Erlen Ísabella Evudóttir. Meðmælandi andmælanda er Gabbi Pabbi. Og stuðmælandi andmælanda er Embla María Möller. Meðmælandi Gabriel og stuðmælandi Embla skipta eftir hlé. Bara njóti kvöldsins. Það er fyrstur pontu, þeir bjóða velkomin frummælandi meðmælanda Baldur Steindórsson. Þetta er ekki geit. Þetta er geit. Þetta er geit. Og þetta er King-geitin. En þetta er upprunalega geitin. Þetta er fyrsta geitin sem hægt að ræða af einhverja alvöru. Ég er nú ekki maður margra orða en ég skal útskýra. Einu sinni var ein geit, einn kóngur og eitt flón. Saman til þau eftir að uppgötva leyndardóm striksins og þar með breyta heiminum. Við erum stödd í Mesópótamíu fyrir 7000 árum. Kóngurinn Kúbala átti geit. Þessi geit, hún var ekki venjuleg geit. Hún var geitin hans Kúbala. Kúbala kóngur vildi segja vini sínum frá þessari geit, en vinurinn var svo rosalega langt í burtu að Kúbala sendi flónið til að láta vininn vita af geitinni. En flónið átti við minnisvandamál stríða og gat ómögulega muna skilaboðin. Hann bara gat ekki muna þetta. En Kúbala vissi að flón, þau verða alltaf bara flón og það er ekkert sem hann getur gert í því. En hann var með annað plan. Nýtt plan. Eitthvað sem aldrei hafði verið gert áður. Hann Kúbala, hann dró strik. Og svo annað. Og annað. Og saman mynduðu strikin geit. Þessa geit. En þessi strik átti eftir að marka dýpri spor í sögu mannkins en kóngurinn og flónið gátu mögulega ímynda sér. Því enginn á jörðinni kunni að skrifa fram af þessu. Þessi geit er fyrstu bókstafurinn. Kúbala uppgötvaði leyndardóm striksins og fann þar að leiðandi upp ritmálið. Fundarstjóri, strikið markar upp á siðmenningar. Já, strikið eitt og sér skilar á milli forsögulegra tíma og sögulegra tíma. Og strikið hefur fylgt okkur alla leið síðan. Fyrst í leir, svo á skinni, næst á pappír og lokum tölvuskjá. Þökk sé strikinu skrásettum við söguna, við varðum þekkingu, teiknum hús og iðkum íþróttir á afrekstigi á útstrikuðum völlum.
Leið og við byrjum að nota strikið, þá byrjaði boltinn að rúlla. Því fleiri strik, því fleiri rúll. Því fleiri rúll, því betra samfélag. Því betra samfélag, því fleiri strik. Og því fleiri strik, því meira rúll. Og því meira rúll, því meira fjör. Því meira fjör, því betri kjör. Því betri kjör, því meira smjör. Meira smjör, minna lýsi. Því meira lýsi, því meira partí. Því meira partí, því minna þunglindi, betri lýðhelsa. Og endanlega lýsi, því betri lýðhelsa, því fleiri rúll. Og því fleiri rúll, því fleiri tækifæri, betri heimur. Því betri heimur, því fleiri strik. Því fleiri strik, því betri heimur. Þetta rökfræði. Umræða kvöldsins strikið. Bæði strikið á blaðinu og líka huglæg. Hugmyndir strikið. Það sem ég reyna að segja er keppnisins beiskjum fyrirbarafræði. En meira það síðar því núna erum við 15 spurningar sem við svörum við í næstu ræðu. 1. Sjáu þið strikið sem fyrirbæri með atbyrni. 2. Ef ekki, hvernig getið þið þá verið á móti því? 3. Er strikið tryggt? 4. Ef já, af hverju? 5. Hver eiginlega þessi strik og af hverju viljið tala um það? 6. Eru búin að beita fyrirbærafræðilegri frestun og afturfærslu í morfinskunni? 7. Ef já, hvað séu það ekki flókið? 8. Ef nei, getið þið sannir skoða strikið í sjálfu sér en ekki bara út frá skynjari reynslu. 9. Hvernig getið þið mætt á pontu og talað um lýðræði? 10. Hvað finnst ykkur það að fara yfir strikið? 11. Eru þið bara á strikinu eða líka á línunni? 12. Hvað með börnin? 13. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þróunarkenning gengi upp ef ekki væri fyrir strikið? 14. Hvenær fóruð þið síðast yfir strikið? 15. Vissuð þið að í stjörnufræðilegu samhengi merkir strikið stefna? Það keppnin sé strikið, segjum við það að umræðefni kvöldsins sé strikið. Strikið í öllum sínum myndum. Ekki bara strikið sem að nota til að skrifa þessa glæsilegu ræðu, ekki bara þetta strik sem huguraugs uppislandar að fara yfir og ekki bara strikið í Kaupmannahöfn sem keypti hann flotta hatt. Ef það ætla að leggja ykkur eitt skilning í strikið, það er skrítið. Strikið er allsstaðar. Meiri sykur, meira salt, jáfnvöldastöri, strikið er út um allt. Strikið er fyrirbæri sem er til. Við vitum öll hvað er að tala um þegar ég segi strik. Bara strik. Það að leggja ykkur eitt skilning í strikið er því ekki í boði. En þetta er Valtar Íhóma, Árni Jónsson, Undir Sjálfsættur, Andri Eistur, Gummi González, Hörður Gildi, Vatn, Steinfríð Jónsson, Jón Brygg, Hjörður Þorgeirsson, Íslandsarnarkennir, Kári Guðmundsson, að leggja eitt skilning í strikið og Jesú! Það er í boði! Baldur talaði í 4 mínútur og 44 sekúndur. Næst upp í pontu er frummælandi andmælanda Erlen Ísabella Evidóttir. Í löngumáli er það svolítið sem málband. Strikið er veitingastaður á Akureyri. Ég veit sögur á hann. Sko, þetta byrjunarinn alveg hræðilega illa. Þegar þú mætir fyrir þetta bygginguna að falla í kvíðakast og þegar þú fattar á veitingastaðinni er að fókið 50 hæð. Og þú ert lyftur að þessu og þú ert að byrja á því að eyða allri orkunni í að klífa alla endalausu stigana upp að staðnum. Og svo þegar þú loksins komin upp, það reyndið seinna að orðin pirraður og vilt bara mat og drykk. En nei, þetta er ekki búið. Þú lítur á matseðilinn og þarft að spyrja sjálfum þig 3 sinnum af því hvort það sé verið að ræna þig og því að maturinn á sér stað er svo dýr að það vildi mest í heiminum á þessu augnablikki að þú getur kúkað peningum. Og svo hef ég heyrt hlutum á maturinn og það væri bara ekki svo spes sem á peningum verða ekki worth it. Ég meina Marshall Húgenbúm gaf staðnum aðeins 3 stjörnur vegna stóra misstæk á þörfum hjá honum. Hann bað mjög skýrt að það væri ekki mæja á kjúklingum hjá honum, en ekki hvað, kjúklingurinn komur bara samt með mæja á hann. Og svo er það minn kæra Abiab Bobot sem gaf staðnum 2 stjörnur. Hún sagði forréttina afar slæma og staður rándýra nú ekki peningar við þig. Bara nákvæmlega sem ég var að segja. Og þetta er ekki einu gagnrýnin sem eru bara ennþá verri og bara það slæma það er erfitt að lesa mig uppátt. En auðvitað er þetta duglega saman við veitingastað á Akureyri. Ég var bara nenni ekkert að tala um hann lengur. Ég er að fara bara að mæla á móti strikinu
og stoppa í búðum og skoða hluti. Þú kaupir kannski smá en svo kemur út úr búðinni og þú bara komið fulla póka á dóti og þarf þú að labba meira undan þessi kílómetra með þunga póka í höndunum. Svo ertu komin í næstu búð og langar að kaupa meira og þú bara ofþreyttur til þess að kaupa og sofnar bara í búðinni. Svo eru bara nokkrir skyndivistastaðir og þú ert í átaki og getur ekki étið neitt á þessum heila kílómetra sem þú ert að labba. Og svo þegar ákveði að loksins sætta við ástandi byrjað að regna og allir pókarnir með nýju flottu fötunum eru brotna og hárið þitt sem þú varst í 3 klukkutíma að gera á morguninn blotnar og verður ógeðslegt. Þannig að núna ert þú að labba með ógeðslegt hár og pókarnir eru að slitna í sundur af því að það má bara vera með pappapóka og þessi kílómetra ganga er orðin eins og 10 kílómetrar. Þú ert orðin pirraður og langar bara heim. Þessi æðislega ferð að strikinu er ónýtt. Allt er ónýtt. Þið langar núna bara að gráta og inn í ykkur búð þá það rigningin hættir 1,5 tíma seinna og þá greipur þú tækifærið og þú leipur og ákveður að taka bara á það vinstri og þú leipur og nei! Þetta séu lekabúðina sem þú varst inn í áðan og þú fattar að þú bara hlaupa í vitlausa átt og þú ert bara að hlaupa hálfan kílómetra tilbaka og hefðir ekki komast burt á þess 4 mínútur og 7 sekúndum hefðir farið í hina áttina. Finnst þér alltaf þetta hljóma spennandi? Nei, þetta er alveg hræðilegt. Þetta er svo ógeðsleg mastur, þetta er gildra. Strikið er hreint og beint í einu orði gildra. Ég veit að fólk er klárara en þetta. Hugsið rétt og ekki treysta strikinu. Fyrir mig 2. Fundarstjóri, dómarar, agnarandi og góðir gestir. Ég hef sjaldan vitað jákvæð strik, bara neikvæð strik. Ég meina, ok, það kemur strik á ónýtubrauð, geggjað, en oftast er strik bara ekkert svo geggjað, eins og hérna, punktur, komma strik. Þetta er nóli prik. Það er að greiða ónýtt með eitthvað ljótt strik fyrir minn. Ætli þið MH í alvörunni að dyrfast að borða góðan mat fyrir framan Óla og menn hann getur ekki opnið munni sin til að borða og því að hann þarf að vera með eitthvað fucking strik fyrir minn. Ætli þið í alvörunni að mæta með þessu? Óli á skilið betur þetta. Óli er alltaf maður, hann er gaurið sem kann okkur að teikna. Eins og hann er frændan stöndið strik algjör fáviti. Kæri fundarstjóri, af hverju vera að flækja málinn með strikum þegar við erum með línur? Kennari segir ekki bekklisnum að væri beint strik. Þú býður ekki striki eftir rússipana og hann Davíð Eggertsson er ekki að kalla nýja almenningssamgöngukerfið sitt borgarstrikið. Svo eru strikið að banna okkur að gera hluti, það er strikið við Ísistrætó, strikið við bakbók með bónus og strikið við línuskjöld við skólinn. Og svo er líka að vera að banna maður að fara yfir strikið sem er mjög skrítið og það er í Squid Game og að leikurinn Red Light Green Light út á það að komast yfir strikið. Voru þó af því það komst ekki yfir strikið. Og í rauninni til að bæta þetta allt þá er líka bara ógeðslega erfitt að teikna strik og af hverju myndum að teikna strik, það er svo basic, af hverju ekki bara teikna þríhyrningu eða eitthvað. Kæri gestir, hér er þetta kvót fyrir ykkur. Það líkar einhver með strik en það elskar til línur. Lína Rónsabur. Jæja þá, reynið að strikið við þetta allt saman og segja að bulla eitthvað strikur æðislega en ef þau eru svona æðislega, af hverju enda þú setningar á punkti en ekki striki? Quotes. Strikið er eins og leiðileg fjallganga. Margrét Önnur Danadrottning. Strik eru tilgangslaus. Albert Einstein. Lífið er gott þangað til þess strikið sem þú fórst yfir. Guðni T.H. Og hérna. Að mæla með striki er eins og að mæla með lýðræði. Sunna Tryggvadóttir. Og þess vegna mælum við á móti strikinu. Erlend talaði 4 mínútur og 47 sekúndur. Næstu pontu er meðmælandi meðmælanda Una Ragnarsdóttir. Una hefur 4 mínútur til að koma sér upp í pontu. Fundarstjóri, ef þú væri ekki gamall kall, þá myndi ég buffa þig.
Nei, ég auðvitað að grínast. Ég ætla ekki aftur í fangelsi. Umræðan í kvöld er ég, Una Agnarsdóttir. Þú veist, veit ég hvað ég er búin að segjast á margir gegnum tíðina? Þeir eru ekki búin að tala neitt að því, sko. Þú veist bara, lífið er búið að vera insane, bara frá því ég var 10 ára, skilur. Ok, þú veist, ég læri að lesa, ég fermist, ég drep bróður pappa, ég flytt út, eða strika heimann og já, ég byrjaði að riðlist í háskólanum og svo fekk ég fyrsta kossinn. Já, mér finnst bara eins og ég vilja ekki tala það en ok, mitt líf. Þegar ég fæðist þá rís sólinn svona yfir gresjunni, sko. Það eru allir þarna, frænda, frænka, mamma, pabbi og frændi minn Abbi, sko. Hann svona heldur mér yfir öllum einhvern veginn svona ótrúlega skrýtið eða hættulegt sem eftir að hyggja en það var svo bara allt í lagi. Og já, nema hvað, þau eru alltaf með eitthvað svona flashmob. Þau kunni alltaf bara ekki að sína sama lagið og þau alltaf dansa eitthvað. Og en það er alltaf lagi og svo veit ég bara ekki alveg fyrir ég kom út í skó. Eða gresju kannski, ég man ekki alveg hvort það var. Þar heiti ég einhvern svona katt sem stendur á 2 fótum og svín og við erum með allan tíma bara að dansa eitthvað, sko. Smá svona kalt vibe. En það var svo bara fínt, sko. Og já, ég var svo að fara eitthvað að drefa bróður pappa til þess að fá þú veist krónuna aftur þegar hún var mín, sko. Þannig ég þarf að horfa á hann einhvern veginn svona brenna inn í einhverjum eldi. En eftir það allt bara búið að vera næs og ég eignast konu og eignast börn og það var bara allt einhvern veginn að gera kósí, sko. Já, hvernig þið töluðu bara strikið í Kaupmannahöfn? Hvernig datt ykkur ekkert fleiri í hug? Við veitum viku, ég rannsaka strikið og fyrirbræði færið þess. Finnst ykkur þetta bara fyndið? Umræðan er hvernig strikið ekki stræðið. Það vantar alltaf dýrt í þessa umræðu. Ella verðum við bort að fara að tala um ykkur göngugöng í Kaupmannahöfn. Halló, þeir eru bara að segja að tala um lækjartorg og hugsa bara það í heila viku. Glata koncept. Ellen sagði að það væri ekki allt strikið og þakka, það væri líka til línur. Já, ég veit, what you think I am? Stupid? Línur eru líka frábærar. Það að við tölum með strikinu því ekki við leggjum skemmt línunni. En ég veit ekki, fundast þér við. Þegar ég seti allt upp á þá vart ég að líf mitt er skuggalega líkt Lion King. Anyways, prísnan er bara hægt að fara á styrraefni og fara að fókusa meira á mig. Hrósa mér, sósa mér, kissa mig, pissa mig. Þessi orð eru sönn.
6 sekúndur. Næsti meðmælandi er meðmælandi andmælanda Gabriel Leo Ívarsson. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Djöfull, ertu sætur, fundarstjóri. Ég held ég sjálf sem að hrifin aðeins. Ég meina, þegar ég horfi yfir þinn, þá finn ég tilfinningu sem ég hef aldrei fundið áður. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Fundarstjóri, viltu giftast mér? Nei! Nei. Gabbi. Þarna varstu alveg með þetta. Þarna fórstu alveg yfir strikið. Nei! Veistu fundarstjóri? Mér er alveg sama þetta strik. Ég elska þig. Mér er skít sama umræðan kvöldsins. Strjúkum hérna, bara við tvö. Keyrum inn í sólsetinu og skiljum allt eftir. Please fundarstjóri, fylgdu hjartaninn. Ég veit að þú elskir mig. Góði gestir, hafið þið borðað á strikinu á Akureyri? Ég nefnilega borðaði einu sinni, ég var fárveikur, þurfti að fara til læknis og eitthvað. Læknirinn sagði að við komum með eitthvað sjúkdóm, eitthvað, hvað kallar það? Ligma. Suck my dick! Una sagði að það var í strögi, ekki striki. Una, ég er Íslendingur, ég bý á Íslandi og tala íslensku. Una spurði hvort við heldum að þau væri heimsk. Já. Baldur sagði að flón verða bara flón. Já, Baldur, því miður. Baldur spurði hvort strik voru til. Hvernig getið þið mælt með striki ef þið veit ekki hvort þið séu til? Baldur sagði útstrikaður, það er að strika yfir eða stroka út. Meintur ekki útlínaður. Það tengist línu, ekki striki. Já, þetta eru línur, ekki strik. Erum við að hlusta á manneski sem var í fangelsi? Það er grótart. Baldur talaði mikið notkun striks. Öll notkun á striki er neikvæð. Strikið dregur frá, tekur í burtu og eyðir. Við kannum að mælu með jákvæðni og kærleikanum. Baldur sagði að strik hjálpa íþróttum. Að það kallast línur, L-I-N-U-R, ekki strik. Svo sagði hann að það væri strik í línuritum. Línurit eru línurit, ekki strikarit. Ef við viljum mæla með línum, þá erum þið á vitlausum stað. Baldur talaði geitur, en gleymdi hann mig. Baldur kom með bóttið með fáránlega hátt. Ef við þurftum að lýsa hattinum, þá er hann bara fjandi svalur, en strikið er ekki svalt. Baldur, þetta var mynd af stein, ekki geit. Ok, nú ætla ég bara að segja nokkra brandara. Fundarstjóri, veistu hver er munurinn á hamborgara og bánir? Þú voru ekki að gefa mér hamborgara núna. Sorry með þetta annan. Hver er munurinn á 69 og þoku? Þú séð ekki raskat í þoku. Fundarstjóri, 69, við erum tvö skilurðu. Nei, fundarstjóri, ég veist afsökunar. Þarna fór ég alveg í strík. Góðir gestir, þegar Pixar gerði Pása Ljósar sem Sigmund Davíð fór Pixar yfir strík. Þegar Guðni bauð sér fram í kosningar fór Guðni yfir stríkin. Þegar Trump vann ekki kosningarnar í annað sinn fór Bandaríkin yfir stríkin. Þegar Alex mætti í þessum ógeðslegu buxum fór Alex yfir stríkin. Þegar Baldur steig í pontu fór Baldur yfir stríkin. Þegar Pingu sagði no, no, fór Pingu yfir stríkin.
Kæru gestir, sjáum við núna hvað fólk hvernig er fáránlegur hér í kvöld. Við erum að mæla á móti striki. Gabbi out! Gabriel talaði í 4 mínútur og 30 sekúndur. Næst upp í pontu er stuðningsmaður meðmælanda Katla Pétursdóttir. Þið hafið 2 mínútur. Sömuleiðis vitum við bæði að þegar allt leikur í lyndi viljum við helst halda okkar striki. Við þurfum ekki annað en að hlusta á máltilfinninguna okkar og hvernig hugtakið er notað í daglegu tali til þess að átta okkur á því að striki stendur alla jafna fyrir jafnvægi, fyrir hið góða líf, fyrir allt það góða. Strikið er vopn okkar gegn hatri og strikið er það sem samin okkur og ég myndi deyja fyrir strikið og strikið er eitthvað velkomnlegt! Sorry, Gabriel. Þú veist hvernig ég geti verið. Alveg að missa mig einhver svona myndlíkingum. Ég ætla bara að strika við þetta. Ég ætla bara að strika yfir þetta ef við erum part í þessu, Gabriel. Strikið er nefnilega ekkert annað en verkfæri sem við notum til þess að koma skipulega á líf okkar. Og þess vegna eru þau líka alls staðar. Strikið sem ákvarða tímabeltin, strikin í stílabókinu minni, strikin á götunum, strikin á íþróttavöllunum, strikin sem teiknuð þennan sal og þú ert á móti þeim. Oj. Það er bara óglatt. Það er bara ógeðslega óglatt. Já, sko, áður en ég fann strikið þá var lífið mitt bara ömurlegt. Ég gæti ekki fara út að keyra, sá ekki strikinn. En svo líka bara, ég gæti ekki tjá mig í rituðu máli því enginn skildi skriftina minna og ég hefði ekki með neinn strik til að skrifa eftir. Svo fór fjölskyldan frá mér því ég sá ekki strikið sem ég var alltaf að fara yfir. Gabriel fekk fullt forræði við báðum börnunum og húsi líka. En samt, eftir að ég kom mér að strika þá fæ ég að sjá þau helgar. Svör. Ok, Gabriel að hlutgera fundarstjóran. Awesome. Gabriel, Guðni T.H. Jóhannsson fór ekki yfir eitt einasta strik með því að bjóða sig fram fyrir forseta. Hann er hvítur íslenskur sagnfræðingur. Erlen fræddi okkur neysluhyggju og ég þakka bara kærlega fyrir. Mjög fróðlegt erindi sem gagnast okkur ekki neitt í kvöld. Næsta TEDx-innskot mætti vera neyslu, grillveislu, geislabyslu, keislu, lengri keislu, innkeislu, liðveislu, áhugavert, en gjörsamlega órelevant okkar umræði. Fundarstjóri, ég er tilbúin. Eftir að ég hleypti strikinu inn í líf mitt, þá gjörbreyttist allt. Hann bjargaði mér frá glötun, hann er það sem bjargaði lífi mínu og hann getur gert það sama fyrir þig. Ég gæti sagt ykkur hvað hann heitir, en
sé best að ég sýni ykkur það. Góða gestir, fundarstjóri. Punktur, punktur, komma, strik. Góðir gestir, þetta er Óli Prik. Katlatala er 3 mínútur og 43 sekúndur. Næstur í pontu er stuðningsmaður andmælanda Embla María Möller Atladóttir. Hér skal við glæsa og gaman, við getum spjallað saman. Gáum hvað þú getur, vinni getur hver ég er. Verðlaun þér ég veiti, veistu hvað ég heiti. Hvað þú í villu, þetta vil ég segja þér. Já, kæri fundarstjóri, dómarar, andmældraðir gestir. Ástkæra og vinsæla barnastofnun okkar heitir ekki strikið sokkabuxur, heldur lína langsokkir. Strikið er eitt svo flókið fyrir örfenda og fólk með freknur, en línan, hún er einföld fyrir krakka með hár og kalla með skalla. Merkum maður að Mahatma Gandhi mælti eitt sinn. Rósir eru fínar, fjólur eru til, strik er lína, en lína er ekki strik. Kvenskólinn er mættur að mæla á móti strikinu. En hvað er strikið? Vitur maður sæni, þú veist að strikið er verkfæri djöfulsins. Ég hélt að vera allra að vita þig. Það strikar yfir sálirnar, strikar yfir kærleikann og strikar yfir lífið. Hann er strikari, strikar yfir okkur. Ég meina, ég persónulega vil ekki láta strika yfir með alla, en you do you, MH. Á sandi byggði heimskur maður hús, á götu byggði heimskur Dani strikið og sjaldan fer edrú maður inn á prikið. Þannig, veitingastafan Akureyri veitir þessum kardamömmubær gefur fólki ekkert annað en slæma steik og dann. Sjúttan! Sjúttan! Ég var sett þér í stuðningsmannshlutverk en ég vil aldrei í mínu litla lífi styðja neitt af þessum strikum. Kæra MH, umræðuefnið er strikið. Strikið er kenningardan í Kaupmannahöfn, táknið er veitingastafan Akureyri. Strikið er ekki það sama og lína. Baldur sagði að strikið skrifaði ræðuna hans eru strik alltaf lifandi hlutir sem geta skrifað og talað. Enn og aftur að tala strik á fótboltavelli og vegum. Ég meina þetta eru línur. Miðlínan, skilji. Kalla að tala Óla Prik. Er hann ekki prik en ekki strik? MH, eru þið með strik? Nei, sorry, ég meina prik upp í raskanum okkur. Góði gestir, ef frænka er frændin, þá er frendin. En hún er það ekki, skiljið hvað ég meina. Ég meina strikið er svona eins og frænkan. Ef strikið væri frendin, þá væri þetta bara frekar skrítið. Ég skil ekki hvernig það myndi virka. En bottom line er einfaldlega. Strikið er skít og place, Viva la vida og fundarstjórinn er ruggsætur.
úrvalskeppni og ég er bara peppaður. Pabbi að gera meira. Ég er vel stendur og ég er stoltur af okkur krökkunum. Mér finnst bara gaman að fá að vera með. Mér fannst það ógeðslega erfitt að þurfa að skrifa heila ræðu í hlénu. Mér fannst það geðveikt steikt að maður fór viku til að skrifa og undirbúa fyrri ræðuna og svo fór maður bara kortið til að skrifa seinna. Smá óþægilegt og ég var bara eitthvað smá tómur og stressaður. Ég fór að líta í kringum mig og eins sem mér datt í hug var eitthvað Halló? Nei, hún er ekki hér. Ég reyndi að byrja þetta undir krakkarn á henn en þeir voru náttúrulega bara upptekinn að skrifa sína ræður, eðlilega. Svo stakk Katla þetta upp að ég myndi segja eitthvað um hvað það væri einfalt að nota strikið. Og þá myndi Una á eitthvað sem Pétur sagði við ykkur um að teikna hús. Eitthvað svona, ímyndaðu að teikna hús með línu. Húsið væri endalaust í allar áttir því lína tekur aldrei enda. Strikið er eins og hlutlagsbyggingareining sem allur heimurinn gerður með mjög mikil notanagildi. Og ég skildi þetta ekkert. Og þá verður krakkarnir bara smá pirruð og myndi svolítið að Sunna þjálfari sagði að ég væri drekinn í vikunni. Ég veit ekki hvað hann var að tala um, en aðeins. Þarna var ég að taka strik af kóki. Ég skil ekki hvernig fólk getur tekið línu af kóki. Lína er svo löng. Ef ég þurfti að taka línu af kóki, þá verður bara dauð eftir 4 metra eða eitthvað. En allavega, aftur að síðan. Ég var eitthvað að prófa mig áfram. Fyrst reyndi ég að teikna Oh my god, tímir pappinu! Þið voru tekin. Þið voru öll fucking tekin. Þið voru öll tekin! Sko, þetta kallar ég prakkar að strik! Þið voru tekin! Þú varst tekin! Þú varst tekin! Þú varst tekin! Þú varst tekin! Og þú varst tekin! Þið voru öll tekin 2 í röð! Twice in a row, baby! Kvennó, halló, veit Kvennó ekki að Emma hafa einhverjum á grín í málfísi? Kvennó getur það ekki, því þið eru ekki fyndin. Emma, lína lánsakur mjög góð, en fólk gleymir sér því að hún er ekkert með gott nafn. Ég reynir með að heita Strik lánsakur. Hún er ekki endalaus. Kvennó hefur hér í kvöld fyrir löngu stundum í að mæla gegn striki. Mælið með málbandi eða tónlistan. Viljið ekki bara mæla ykkur á móti við rökfræðing. Hættið að snúa út og fara að taka striki í allir sinni mynd. Ekki bara striki á Akureyri, í Kaupmannahöfn eða striki sem þið eru að fara yfir hér í kvöld. Hvernig talaði að Óli Prik hétur Óli Prik en ekki Óli Strik? Ég veit, en punktur, komma, strik. Það væri ekki neitt án striksins. Fetastjóri, ímyndinni. Af hverju er ekki líka vika á milli fyrri umferðar og seinni? Þá hefur maður tíma til að hugsa þess þetta og þyrfti ekki að flýta sér svo mikið í hléinu eins og ég. Það getur maður kannski líka svara hínu liðinu að einhverju viti. En þetta er svo sem bara tilvara. Tja, hvað veit ég? En ef ég væri þú, þá myndi ég alltaf hafa það bak við eina. Takk. Baldur talaði í 4 mínútur og 7 sekúndur. Næst upp í pontu er frummælandi andmælanda Erlen Ísabella Evidóttir. Hæ, fetastjóri. Ég kísi til Köpen helgina, fór í
svona vettfangsverð til þess að gefa eitthvað algjörlega hlutlaus mat á þessari frægu vesturöfni. Hvernig á spælt einn sem var næs. Ég ætla að byrja að fara með góðu og jákvæðu hlutina á strikinu og síðan mun ég skoða þá neikvæðu. Ok, númer 1, ég fær með pulsu og svona pulsuvegn á strikinu og það var bara frekar gott. Þetta var kannski ekki bæjarins bestu, en það var drullu fínt. Hún var svona tæpum 50 kallir dóttir á Íslandi sem er vissilega kostur. Númer 2, klarinetleikarinn á götuhorninu hendi í Despacito. Það var einmitt það sem krátið var að bíða eftir. Góður sumarsmellir á köldu haustkvöldi í Köpen. Hann las herbergið eins og opnað bók. Þetta var ekkert sérstaklega í að spila á klarinetti, en það er bara aukatriði. Ok, það voru jákvæðirnir. Þá skulum við skoða vankantana, en þeir voru aðeins fleiri. Fyrir það fyrsta er alveg ógeðslega vond lykt þarna. Það er kannski erfitt að fara ofan í kjölinn af því, en staðurinn lyktar ándjóks eins og almenningssalurinn á sveittum skemmtistað. Síðan var þessi gríðarlegi fjöldi fólks að það er eiginlega ekkert hægt að færa sem sentimetra án þess að rekast utan yfir ókunnan. Þessi staður er pakkaður af túristum sem eru allir búin að missa lífsgleðina. Svo er allt svo fárlega dýrt, ég borgaði 600 danska fyrir vatnsflösku í lítillu búð á strikinu. Er ekki í lagi. Svo fór ég á veitingastað þar sem ég pantaði með pítsu. Til mín kom óbakaður andskoti, troðfullur á skraufaþurrum kartöfluflugum. Og þegar ég fekk reikninginn þurfti ég að taka smálán, samt er ég 2 vinnum með skóla. Hefði ég bara drullast til að fara á okkur af liðagjötu, hefði ég fengið betri pítsu á 10 sem er lægra verði. Og svo er það eitt. Það eru bjánaleg gata full af bílaðum sem liggur byggt yfir strikið. Hún eyðir einhverja flæði. Ég held að Danir ættu að vera einhverjir sérfræðingar í borgarskipulagi, en þetta er það fáránlegasta sem ég hef séð. Ég get haldið lengi áfram en þessi ræða er bara alltaf löng. En ég tek eitt punkt í viðbót í lokaorðunum, en núna koma nokkuð svör. Katla sagði að strikið stendur fyrir jafnvægi og allt gott. Ertu þá að segja að þér finnst gott að hafa mínus í bankareikningnum og þá sé bara eitthvað jafnvægi og allt gott þá? Emma, hættið að tala strik, umræðefnið er strik í. Byrjaði að tala hið eina sanna. Emma talaði að strikið saminar. Strikið saminar ekki, heldur sundrar. Strikið sundrar öllum lífskortum mannsins. Baldur sagði að lína langsókn var endalaus. Seinast þegar ég tjekkaði þá var sagan endalaus. Ég meina sagan endaði aldrei á Rauðhettan og Hans og Greta. Dauður eftir 4 metra. Weak. Emma sagði kúkaskóli minn. Mér varst það ekki fyndið. Katla talaði Gabriel. Það var skondið. Baldur hefur heyrt Úlfur. Það er ekki grín að djóka með minnsli. Katla kom með kórum á svið. Hann var eiginlega bara betur en ræðan því. Katla sagði að strikið stæði fyrir jafnvægi. Strik er ekki tákn jafnvægis, heldur tákn sem strokar út, dregur frá og styður ekki við jafnvægið. Góðir gestir og lokapunkturinn er þessi. Það eru svo drullumargir Íslendingar á strikinu að þú er ekki einu svona baktala frænku sína að hún gæti bara verið fráftan. Af hverju ætti ég að fara í flugvél í 3 tíma bara til þess að komast á annan og verri Laugaveg? Það tekur mig alveg 5 mínútur að fara hopphlaupi hjá það upp með mér. Kostir og gallar. MH. Kostir og gallar. Næst upp í pontu er meðmælanda Una Ragnarsdóttir. Það er 2 mínútur. Fundarstjóri, strikið er í grunninn hlutlaus byggingareining. Bygging sem samanstendur ekki einungis af einingu. Steinunn Morfís-þjálfarinn minn. Steinunn Morfís-þjálfarinn minn, ert þú að gefa mér verðlaun? Takk. Vá, ég trúi þessu eiginlega ekki. Ok. Ég vil byrja að taka mömmu, akademíunni, leiklistarvefnum, hásteinum mínum, félagi eldri borgara,
og þá eiginlega sérstaklega strikinu. Ég veit bara eiginlega ekki alveg hvað ég væri vegna verið fyrir strikið. Af því að ég fór nefnilega einu sinni yfir strikið. Það var sem sagt bara þannig að ég var eitthvað að skrolla á Facebook og ég sá fréttum að Sigga Kling væri dauðvona. Og mér fannst eitthvað fyndið að kommenta hvað gat hann ekki bara séð fyrir þessu? En nei, það var víst alveg yfir strikið, sko. Allir aðdáendur Siggu sendu mér alltaf bara morðhótanir og Jón Bjarni cancelaði mér á Twitter og Edda sendi mér mjög löng skilaboð með okkar merkjum og það. Og þá fór ég að skilja. Ætlaði ég að fara yfir strikið og ég var hætti að særa annað fólk? Eða ætlaði ég að halda mig fyrir aftan það og sleppa við að særa Sigga Kling sem enn og þegar dauðvona? Strikið, þegar ég frétti að væri verið að tilnefna okkur, þá hugsaði ég strax til þín og alls þess sem við höfum brallað saman í gegnum tíðina. Manstu þegar við vorum í sjónvarpinu saman og þegar þú kenndi mér að skúra. Og manstu þegar þú tæklaði varst lánan mann af því þú hélst að hann væri fullur. Þetta var þegar við unnum á bensínstöðinni á Laugaveginum, varstu? Guð, svona hlæna eftir á fólk að væri satt ekki sátt á sínum tíma. Ég væri nú sennilega bara komin aftur í fangelsi að það væri fyrir strikið. Það er samt alltaf lægi að fara með strikið og verða á, en maður væri bara á því sem ég gerði. Og hér stend ég í dag með þennan verðlaunagripp í höndunum, íþróttamaður ársins. Komandir í kvennum töluðum strikið og neysluhyggju. Hvernig á? Þú veist jafnvel og ég að neyslan drifur hagkerfið áfram og þegar hagkerfinu líður vel, líður fólkinu í auðvitað vel. Þetta er bara framboð eftirspurn. Ellen snakker om strø, men Ellen, samtidig er det hele der ikke strø, det er stræ. Ligesom en line, som har en begyndelse og en slutning. For helvede! Hvernig så væri flere turister á strikinu enn Danmark? Hvernig? Turister hjálpa denne mennene skal. Hver ætlar að kaupa túborg grín? Halló! Ég vil svara næstu ræðu. En þú spurði okkur hvort þú var með prikk upp í raskatinu. Já, líður annað bara miklu skemmtilega þegar maður er með eitthvað upp í raskatinu. Ég get ekki vísti hvað ég er þakklátt. Þakklátt fyrir Morfís og þakklátt fyrir að þið hafið lyft bara bróðum mínum á daginn sem keppni, sko. Svo skrítið kannski en samt bara geggjað, sko. Já, takk, strikið. This one's for you. Það er 2 mínútur og 58 sekúndur. Næst upp í pontu er meðmælandi andmælanda Gabriel Leo Ívarsson. Meðmælandi andmælandi er Embla, ekki Gabriel. Í kvöld erum við hérna mætt til að mæla með eða móti einu orði. Strikið. En hvað þýðir þetta orð? Á íslensku er orðabóka skilgreining svona. Mjó, hrein lína, stutt eða löng. En það er ekkert merkilegt. Við ættum að kafa dýpra. Við skulum til dæmis pæla í orðið á dönsku. Það sem vinsalasta gönguverslunargata kaupmannaafnar heitir jú strikið. En hvernig segir maður strikið á dönsku? En það er ekki allt. Á ensku er þetta þýða strikið sem stroke. Og vitið þið hvað það þýðir? Hjarta eða heilablóðfall. Mælið þið með því að má. Djöfull er það skrítið. Á hindú þýðir maður strikið sem reka. Voru það reka bílamá? Nei, ég segi bara svona. En skiljið hvað ég meina ná. Viljið þið reka fólk? Með því að mæla með strikinu, mælið þið með því að fólk verði rekið.
Þið mælið með atvinnuleysi. Hvernig stendur á því? Svarið næstu ræðum á. Á grísku því maður strikið sem í grammi. Það hljómar bara eins og eitthvað fíknefnadótt. Þetta bara orðið hættulegt á. Og íslensku því maður strikið sem ríða. Kom á nema, hugsið ekki neitt annað. MH í kvöldmælið með gubbi, lífshættuleg heilsufarsástandi, atvinnuleysi, ómældri fíkniefnaneyslu og guð má vita hvað. Þið mælið með siðspillingu, siðrofi og öllu illu. Hvernig getur þið að réttlæta það? Árið 1996 komst til valda nýr flokkur í Zimbabwe sem hafði einmitt þessa hluti sem sín grunngildi. Og vitið þið hvað gerðist? Það kom gríðarleg verðbólga. MH mælir með stefnu sem býr til mjög mikla verðbólgu. Í næstu ræðu verður MH að svara fyrir það. Hvernig ætlið þið að sporna gegn verðbólgu? MH alltaf að segja við sem að tala strikið í köpen. Já, umræðuefnið strikið, ekki strik. Báðir, það fleira en strik í óra prik. Það hringur og komma og punktar. Baldur sagði að þetta verið strik, sem ég tjekka að þetta verið putti. Uno spurði hver ætlar að koma túborg á strikinu. Þú getur alveg eins fundið túborg í ríkinu. Það ekki bara til á strikinu. Ég held að þetta verið það. Góðu gestir. Það ekki hægt að fjalla strikið án þess að taka hagfræði og fjárhagslega hlið umræðuna með í reikninginn. Með því að mæla fyrir strikinu gefa MH-ingar algjöran skít í þennan mikilvæga þátt. Lækkum verðbólgu, mælum gegn strikinu. Stuðningsmaður meðmælanda Katla Pétursdóttir. Sjórinn tók það. Ég skrifaði strik í snjóinn og sólinn tók það. Ég skrifaði strik í loftið og vindurinn tók það. Og ég skrifaði strik á tréð og eldurinn tók það. Ég skrifaði strik í hjarta mitt og enginn getur nokkurn tíma tekið af mér. Skrifa strik í allt kvöld. Fylgist með mér dálitla stund. Hvert blað og fætur öðru fyllt af strikum sem hvert og eitt hefur merkingu og gildi. Ótrúlegt en satt að þá hefur þetta fyrirbæri eins smátt og einfalt og það gífurlega mátt. Mátt til þess að vita söguna og ennfremur til þess að breyta henni. Frummenn drógu strik í hella,
til áhrifa. Þegar helstu ráðamenn Evrópu hittust við vonum að tryggja frið í álfunni eftir áratugi af hatri og illsku og átökum að þá stóðu við fram fyrir blaði. Á Versailles-samningnum var skrifuð friðaryfirlýsing og fyrir neðan hana, sex strik sem biðu undirskrifta, strik sem táknuðu von, táknuðu framtíðina. Kvennó, allt það slæma sem þið funduð við strikið ekki strikinu að kenna, heldur kapitalisma og neysluhyggju. Erlend strik koma í reikninginn og það óhjákvæmt. Þess vegna gott að vera líf- og sjúkdómatryggður hjá Sjóvá. Erlend sagði að Danir væru leiðinlegir. Kostu ekki alveg sama máli þegar við fórum saman í helgarferð til kóngsins og þú hættir ekki að hlæja að hann jafnskamma. Kvennó búið að vera að gera grín af dönum í allt kvöld. Kvennó, þetta þreyttasta djók sem ég hef heyrt. Kvennó, hættir ekki að tala strögin. Kvennó, vissi að strögin þýðir ekki eins og strik. Strögin bara þátíma til þýða orðvaktinu. Strigin sem ekki að strjúka. Stundum í vangan, en blastruðu svo. Næstur við pontu stuðningsmaður andmælanda Gabriel Leó Ívarsson. Fundarstjóri, ég ætla að segja ykkur dæmisögu. Árið 2017 var ung kona í borginni Bristol á stefnumót með ungum mann. Hún hét Lizzie Welbeck og var fimleikakona og maðurinn sem hún hitti hét Liam Smith og var háskólanemi. Liam og Lizzie höfðu kynnst á Tinder og ákváðu að hittast á bar. Þar voru þau nokkura stund, spjölluðu og drukku bjór og ákváðu síðan að fara heim til Liams. Þar gerðist orðið sem engan hafði grunað. Eitthvað sem átti eftir að verða umfjöllunarefni fjölmiðla allan heim. Þegar þangað var komið fann Lizzie að hún þyrfti að fara á salernið. Hún fór á baðherbergið á heimili Liams og settist á klósettið. Hún tefldi við páfann. Lizzie mátaði páfann, eða það hélt hún allavega, þangað til hún komst að því að klósettið heima hjá Liam, það sturtaði ekki niður. Kúkurinn flaut í klósettinu á meðan hún velti fyrir sig hvað var til bragðs að taka. Það sem hún ákvað að gera var að stinga hendinni ofan í klósettið, grípa hægðirnar og kasta þeim svo út glugganum. Þær lentu þó ekki í garðinum þar sem það ætla sér að kasta þeim. Heldur í gluggakistunni fyrir framan glugganum. Hún ætlaði að koma kúknum úr henni og byrjaði að skríða út af glugganum. En þar kom stórt strik í reikninginn. Lizzie festist í glugganum.
Liam neyddist til að hringja á neyðarlínuna og slökkviliðsmenn til að hjálpa henni úr glugganum. Breska pressan tók málið fyrir, fyrst í götublöðunum og svo á BBC. Líf Lizzie breyttist til frambúðar. En hvers vegna er ég að segja þessa sögu? Jú, vegna streiksins. Og hvað er streikið í þessari sögu? Þið vitið það öll. Það er bilaða klósettið og glugginn. Hefði Lizzie ekki fest í glugganum, hefði hún ekki lent í þessu vandræðum. Streik eru bara hindranir. Hefði Lizzie ekki lent í þessu vandræðum, hefði bara styrtað niður og notið kvöldsins með Liam. Katla sagði að ég get ekki tekið streiki úr hjartanu. Leið mér að reyna að segja það. Katla sagði að varum að skrifa streik. Það er eiginlega bara rétt. Hvað? Streikið hefur greinilega gert þig geðveiga, Katla mín. Viltu knús? Kannski eitthvað meira? Una sagði að það væri skemmtilegt að vera með streik í raskatinni. Hvernig streik þá? Streikið í Köpen kannski, streikið á Akureyri eða Táknið. Persónulega kemist göngugata ekki í raskatið á mér, en við erum öll öðruvísi. Amma sagði að það væri mikið fyndin. Ég sagði, liggmabrandara, hvað meira viljiði? Góði gestir, í kvöld mæla MH-ingar með því að fólk eins og Lizzie lendi í vandræðum. Þau mæla í alvöru með því að fólk festist í glugga og komist ekki í burtu. Þau vilja að fólk endi í gríðarlegum erfiðleikum, viðurkvæmni og mælum gegn streikinu og mælum þess vegna með ánægju, gleði og lífinu sjálfu! Gabriel talaði 3 mínútur og 8 sekúndur. Það ætla að gera stutt hlé. Dómarar ætla að ráða úr sínum ráðum. Og já, er ekki bara stutt hlé? Já, það er mælt með að þið bara bíðið hérna með þurfa að fara að pissa eða svoleiðis. Geggjaður salur. Ég ætlaði ekki að vera mjög lengi. Svo er alltaf. Þetta er líka samt, alltaf þegar einhver er mjög lengi. Já, en aftur bara sjúklega flott keppni. Mjög skemmtilegt umræðefni. Við þurfum ekki að fara það mikið lengra, við vorum öll hérna. Það held ég að fyrir bara út í tölfræðina. Við byrjuðum með tölfræði sem hefur aldrei verið tekin áður. En við töldum strik, grínin. Þau voru í heldina 24. Heildastigin í keppninni voru 2116. Og munurinn á milli liða var 270 stig. Og á að segja allir. Refsistigin í keppninni voru nokkur. Þeir voru 113. Þau réðu ekki úrslitum.
Sigurvegari kvöldsins var með 457 stig. Það var Katla. Sigurlið í kvöld var MH.